Hjalti Bjarnason, Tak og nornin. Tak og nornin, Freyjukettir norræn menning og önnur útgáfa 2010. Hjalti samdi taksögurnar og teiknaði myndirnar á árunum 1975-79, þá 5-10 ára. Flestar taksagnanna voru sýndar í Stundin okkar, þær fyrstu, svo sem Tak og nornin, í svarthvítu. Nornin, 12. febrúar 77. Í svarthvítu vegna þess að það var ekki neitt litsjónvarp á Íslandi þá. Hjalti las ásamt systur sinni og mömmu. Leikhljóð við efnarannsóknarstofu Taks eru blásið í drykkjarrör í vatnsglasi alveg við hljóðnemann. Tak er efnafræði geimvera. Tak er aðeins 16 ára. Tak hefur alltaf langað til að eignast nornasóp til að fljúga á. Tak fer því inn á efnarannsóknarstofuna sína og ætlar að reyna að búa sér til fljúgandi sóp. Taki tekst að búa til eitthvert efni sem á að vera hægt að nota í fljúgandi sóp. En þegar hann reynir kústinn, flýgur hann alls ekki neitt. Sama hvað hann reynir. Taki dettur nú í hug að fara til nornarinnar og biðja hana að gefa sér strá í sópinn. Það get ég, segir nornin. En þá verður þú að fara út í dimma skóg og sækja trjáseið handa mér. Það þori ég ekki, segir Tak. Þú þarft að fara upp í stóra gamla tréð og segja. Fara upp á toppinn og sækja seið í koppinn. Hálfræddur fer Tak út í dimma skóg. Hann æfir sig á leiðinni á galdraþulunni sem nornin kenndi honum. Fara upp á toppinn og sækja seið í koppinn. Fara upp á toppinn og sækja seið í koppinn. Það er dimmt í dimma skógi. Fara upp á toppinn og sækja seið í koppinn. Fara upp á toppinn og sækja seið í koppinn. Fara upp á toppinn og sækja seið í koppinn. Fara upp á toppinn og sækja seið í koppinn. Loks finnur hann stóra tréð og klifrar upp í það. Þegar Tak kemst upp er hann skjálfandi af hræðslu og segir: Fara upp í koppinn og sækja seið í toppinn. Ánægður fer Tak tilbaka til nornarinnar og heldur sig vera með trjáseið handa henni. Nornin lætur Tak fá sóp. En þegar hann er farinn, hlær nornin miklum nornahlátri. Hí, he, þarna gappaði ég and. Þetta var bara venjulegur sópur. Hí. Tak fer ánægður heim með sópinn.
En þegar Tak fer að reyna sópinn, flýgur hann bara alls ekki. Tak fer nú aftur til nornarinnar og segir henni að þetta sé ómögulegur sópur. Ég get ekkert gert að þessu, segir nornin. Þú verður að fara aftur út í dimma skó. Og reyndu nú að ruglast ekki í galdraþulunni. En á leiðinni dettur Taki snjallræði í hug. Ég fer auðvitað heim og bý bara til trjáseið. Hann næri í trjálaufasuguna sína og safnar trjáseið laufum. Tak fer heim á efnarannsóknarstofuna sína og býr til trjáseið handa norninni. Síðan flýtir Tak sér til nornarinnar með fullan poka af trjáseiði. Nornin einmitt að sjóða ljónahalahár til að nota í nornasóp. Það mikill reykur inni hjá henni. En Tak flýtir sér svo mikið og sér svo illa fyrir reyknum að hann missir trjáseiðið ofan í pottinn hjá norninni og allt síður upp úr. Það síður meira og meira og nornin verður ösku reið. Allt flæðir út allt. En vegna þess hve reið nornin varð, urðu nornahárin ennþá betri en nokkru sinni. Nornin verður mjög ánægð og segir: Hí, þetta besti sópur sem ég hef nokkru sinni búið til. Þau urðu bestu vinir og nú Tak ánægður. 30 taksögur, barn semur handa börnum.